Þakkaði fyrir Rannveig einstaklega góðan fyrirlestur og góða yfirferð yfir sáttmálann. Mér langar nú gjarnan bæta því við að það var afskaplega mikilvægt að fatlað fólk tók þátt í gerð þessa sáttmála. Ekki bara það, heldur til dæmis fatlaði fræðimenn og fatlaði stjórnmálamenn. Sumir þeirra hafa komið hingað til Íslands og verið hér á ráðstefnum og þetta eykur traust fatlaðs fólks á samningnum. En nú langar mig til þess að biðja hana Brynhildi Flóens að stíga í pontu og fjalla hér samninginn út frá ýmsum lagalegum hliðum. Komið sæl. Ég vil byrja á því líka að þakka fyrir að fá tækifæri til að koma hér og tala í dag og þakka Öryrkjabandalaginu fyrir þennan fund. Það er jú mikilvægt þegar kosningar nálgast, eins og við vitum, að krefja stjórnmálamennina afstöðu í mikilvægum málaflokkum. Nú, við innleiðingu alþjóðasamninga í landsrétt að þá vaknar alltaf spurningin hvernig fara eigi að aðlaga innihald þeirra að landsréttinum. Ýmsar aðferðir eru notaðar til þess. Sum ríki lögleiða samninga í heild sinni, önnur leggja áherslu á að samræma innanlandslöggjöf og þann samning sem í hlut á. Hér á landi hefur það ekki verið venjan að lögfesta samninga að undanskildu mannréttindasáttmála Evrópu. Þess í stað hefur verið tekið tillit til mannréttindasamninga við mótun réttarins og reynt að gæta þess að ákvæði laga gangi ekki beinlínis gegn samningunum. Nú, ennfremur hefur verið þó nokkuð það að Hæstiréttur túlki íslensk lög í samræmi við alþjóðasamninga. Það er í mínu huga engin vafi á því að sú leið að innleiða samninga með því að lögfesta þá er miklu, hvað ég segja, bæði raunhæfari og svona virkari aðgerð. Hvað varðar innleiðingu samnings Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks, þá víðtækan samning að ræða sem nær til flestra sviða samfélagsins. Ennfremur tekur hann ekki eingöngu til skyldna stjórnvalda, heldur felur hann í sér bein réttindi fyrir fólk með fötlun og það er mjög mikilvægt. En forsenda þess að fólk getur notið réttindasamningsins er að það viti þau og því kynningaþátturinn mikilvægur í innleiðingarferlinu sjálfu. Það þarf að fara vandlega yfir efnisrétti samningsins og ganga úr skugga að íslenskur réttur sé í samræmi við þau og þar sem svo er ekki þarf að breyta lögum eða eftir atvikum framkvæmd og loks þarf að hyggja að hvernig eftirlit með framkvæmd og skýrslugjöf til Sameinuðu þjóðanna er háttað. Það er ekki tök á því hér í dag að gera grein fyrir nákvæmlega hverju þarf að breyta miðað við núverandi réttarástand. Ekki liggur fyrir opinber úttekt á því hvaða breytingar stjórnvöld telja nú nauðsynlegar til að innleiða samninginn, enda þótt að það séu liðin tæp 6 ár frá undirritun hans. Í desember árið 2006 var þó gefin út af félagsmálaráðuneytinu skýrsla undir heitinu Mótum framtíð, þjónusta við fötluð börn og fullorðna, þar sem má segja að hafi verið úttekt að mörgu leyti, en hún, eins og ég segi, hún var áður en að samningurinn var undirritaður og hefur ekki svona sama gildi og úttekt á ástandi í dag. Í ljósi þessa þá mun ég fjalla meginþætti innleiðingarferlisins eins og ég tel að það eigi að vera og einkum mikilvægi ákvæða jafnrétti og bann við mismunun þar sem ég tel samninginn fyrst og fremst vera jafnréttissamning. Nú, kynning samningsins er fyrsti þáttur innleiðingarferlisins að mínu viti. Viti fólk ekki réttinda sín, þá getur það ekki sótt þau. Fyrsta skrefið í því er því þýðing samningsins. Nákvæm og rétt þýðing er auðvitað grundvallaratriði og má ekki vanmeta. Við lögfræðingar þekkjum það að lítils háttar frávik í orðalagi getur gjörbreytt innihaldi lagaákvæða.
Samningurinn hefur núna gengið í gegnum 2 þýðingar eftir því sem ég best veit hér á landi og vonandi ekki hætta á því lengur að réttindi og skyldur samkvæmt þýðingunni séu ekki í samræmi við frumsamninginn á ensku. Gæði og nákvæmni þýðingarinnar eru á ábyrgð stjórnvalda. Nú að lokinni þýðingu þarf að hefja víðtæka fræðslu tilvist samningsins. Tilgangur þess að gera það á fyrri stigum innleiðingar að gefa öllum þeim málið varðar kost á að koma að athugasemdum sínum og ábendingum sem þau telja mikilvægt að koma á framfæri áður en tekið til við beina innleiðingu ákvæða samningsins. Og þetta einmitt mikilvægt áður, því að allt annað þegar búið að semja eða búið að ákveða hvernig á að innleiða hann, þá allt annað að senda til umsagnar. Það gjörólíkt. Þess vegna í innleiðingu tel ég að það sé mikilvægt, enda þótt að það kannski sé ferli komið það langt að það þýðir ekki að tala það núna. En kynningin, hvert hún að ná? Hún þarf einkum að ná til stjórnsýslunnar, fatlaðs fólks og samtaka þeirra sem og aðila vinnumarkaðarins. Fræðslan þarf að vera í höndum og á ábyrgð stjórnvalda annars vegar og fatlaðs fólks hins vegar. Ég tel að samtök fatlaðs fólks hafi staðið sig mjög vel í þessu hlutverki sínu en ætla ekki að leggja mat á frammistöðu stjórnvalda að þessu leytinu til. Annað tveggja meginatriða innleiðingar greining réttinda og skyldna samningsins. Kanna þarf hvort ný efnisréttindi að ræða. Það sem áhersla samningsins fyrst og fremst á jafnrétti og bann við mismunun þarf að greina hvaða skyldur samningurinn leggur á ríkið til að tryggja það. Greina þarf efnisrétt einstakra ákvæða og hvaða kröfur eru gerðar í samningnum til að tryggja hann. Rétt að nefna að það fari ekki alltaf saman réttindi einstaklinga og skyldur ríkja. Þar sem auk þess að tryggja réttindi einstaklinga leggur samningurinn ýmsar skyldur á ríki, svo dæmi sé tekið vitundarvakningu í 8. grein samningsins. Og því mikilvægt að greiningin sé nákvæm og ítarleg, þar sem það auðvelda til muna þá vinnu sem á eftir kemur breytingar á íslenskum rétti. Greining réttinda og skyldna samningsins á ábyrgð stjórnvalda, en frjáls félagasamtök hafa einnig miklu hlutverki þar að gegna, þar sem þau ekki endilega sama sinnis og stjórnvöld í mati sínu, auk þau sem að þau þekkja mun betur en stjórnvöld hver raunveruleg staða og hverju þarf að breyta. Þegar réttindi og skyldur samningsins hafa verið greind, komið að stærsta viðfangsefninu sem breytingar á löggjöf og framkvæmd til samræmis við efnisréttindin. Og fyrsta skrefið þar að bera saman réttindi og skyldur samningsins, sem þá búið að greina, við íslenska rétt. Það ekki nóg að setja einhver almenn eða afgreiða málið þannig með að setja einhver almenn ákvæði sem að kveða á að fatlaðir skulu njóta jafnræðis á öllum sviðum og njóta til þess viðeigandi aðlögunar. Heldur þarf að gera grein fyrir hverju ákvæði fyrir sig. Hvernig réttindin og skyldurnar eru tryggð í dag, hverju þarf að breyta og ekki síst hvernig á að framkvæma réttindin og skyldurnar. Og það kannski það sem oft vantar þegar verið að innleiða alþjóðasamninga, það að huga að framkvæmdinni. Það getur verið afskaplega fallegt að hafa ýmis ákvæði í lögum, en ef ekki gengið tryggilega frá því hvernig á að ná til dæmis tilteknum markmiðum eða hvernig á að framkvæma, þá hætta á að þessi góði ásetningur fari fyrir lítið. En við þessa athugun þá kemur að mörgum vafaatriðum sem taka þarf á. Það liggur fyrir í skilgreiningu í samningnum á því hver teljast til fatlaðs fólks og það þarf að afmarka það nánar. Til dæmis einhverjir hópar sem ekki hugað að hér á landi þegar við skilgreinum hver teljast til fatlaðs fólks. Mér hafa verið hugleikin réttindi fatlaðs fólks sem komið á eftirlaunaaldur. Það má spyrja, hættir fólk að vera fatlað þegar það verður 67 ára eins og lesa má út úr íslenskri löggjöf?
Nei, þvert á móti þá stækkar hópur fatlaðs fólks á efri árum. Í dag eru til dæmis um 2500 Alzheimersjúklingar á Íslandi. Hluti þeirra býr við mikla fötlun. Hinir munu verða fatlaðir endist þeim aldur til. Mér virðist rík tilhneiging til að horfa fram hjá þörfum þessa hóps þegar rætt réttindi fatlaðs fólks. Í ítarlegum drögum að skýrslu stjórnvalda stöð og stefnu í málefnum fatlaðs fólks, þar að segja mótum framtíð, þjónusta við fötluð börn og fullorðna sem ég nefndi hérna áðan, virðist mér sem aldraðir sem búa við fötlun vegna sjúkdóma sinna sem tengjast almennt elli séu einfaldlega bara ekki taldir með. Maður sér það til dæmis á tölum fjölda í þessari skýrslu að svo getur ekki verið. Það mjög mikilvægt að hafa það í huga líka að samningurinn kveður á lágmarksréttindi og skyldur. Séu réttindi til dæmis betur tryggð á einhverjum sviðum í íslensku rétti, þá má ekki undir neinum kringumstæðum skerða þau með tilvísun í samninginn. Svo það eftirlit með framkvæmd og skýrslugjöf til Sameinuðu þjóðanna sem allt partur af innleiðingarferlinu, það er að segja að það þarf að ákveða hvernig eftirliti með samningnum skuli hátta, til dæmis uppbyggingu eftirlitsins og svo að binda það í lög. Enn fremur hver skuli bera ábyrgð á skýrslugjöf til Sameinuðu þjóðanna í samræmi við kröfur samningsins. Meginstef samningsins bann við mismunun og áhersla á jafnrétti og í því samhengi viðeigandi aðlögun sem svo kölluð. Markmið samningsins að stuðla að því að fatlað fólk njóti allra mannréttinda og mannfrelsis til fulls og jafns við aðra, jafnframt því að vernda og tryggja slík réttindi og frelsi og að auka meðfædda virðingu fyrir gauki þess. Almennt ekki ný efnisákvæði að ræða í samningnum að mínu viti, eins og Rannveig nefndi hérna áðan. Flest efnisréttindi samningsins eru þegar tryggð í lögum og öðrum samningum Sameinuðu þjóðanna. Þó eru nokkrar verndarreglur í samningnum sem má segja að séu víðtækari en almennt jafnrétti og bann við mismunun. Engu að síður aðal áhersla samningsins á aðgerðir til að koma í veg fyrir mismunun, vinna að jafnrétti og jafnri þátttöku fatlaðs fólks á við aðra borgara, meðal annars með viðeigandi aðlögun. Með það í huga þá ætla ég að fjalla nú jafnrétti og bann við mismunun og hvernig það megi tryggja við innleiðingu samningsins, eða svona einhverjar hugmyndir það allavega. Í annarri grein samningsins gerð grein fyrir merkingu hugtaksins mismunun vegna fötlunar og sú skilgreining hér á glærunni. En það segir merkið svo sjáið aðgreiningu, útilokun, takmörkun af hvaða tagi sem vegna fötlunar sem hefur þann tilgang eða þau áhrif, og það mikilvægt, að torvelda eða koma í veg fyrir að fatlað fólk fái viðurkennt, notið eða nýtt sér til jafns við aðra öll mannréttindi og mannfrelsi á öllum þessum sviðum. Og þessi mismunun tekur til allra mismununar í hvaða mynd svo sem að hún birtist, meðal annars með því að neita fólki viðeigandi aðlögun sem að nauðsynleg er. Með viðeigandi aðlögun hugtak sem gengur í gegnum samningsins og það mikilvægt að þekkja og skilja innihald þess hugtaks. En það eru nauðsynlegar og viðeigandi breytingar og lagfæringar sem ekki eru umfram það sem eðlilegt má teljast eða of íþyngjandi, þó að það auðvitað verði alltaf matsatriði og það mikilvægt að staldra við þar og gæta þess að þetta ákvæði verði heldur ekki einhvers konar afsökun, þar að segja að úrræði séu meira íþyngjandi til dæmis fyrir fyrirtæki en ætlast má til. En viðeigandi aðlögun og lagfæringarnar eru til þess að tryggt sé að fatlað fólk fái notið eða geti nýtt sér til jafns við aðra öll mannréttindi og mannfrelsi.
Nú þegar, ef við snúum okkur að tryggingu jafnréttis í íslenskum rétti og nú þegar þá höfum við ákvæði 65. greinar stjórnarskrárinnar sem kveður á jafnræði fyrir lögunum. Í dæmaskyni eru í þessu ákvæði taldir upp nokkrir mismununarþættir og fötlun ekki þar á meðal. Það talir upp kyn og kynþáttur og ýmislegt annað nokkur atriði. Heldur fellur fötlun undir hugtakið staða að öðru leyti. Hæstiréttur hefur ítrekað staðfest að fötlun falli undir ákvæði þannig að það leikur enginn vafi á því að þessi grein, 65. grein jafnræði, verndar fatlað fólk. Í frumvarpi til stjórnskipunarlaga sem lagt var fram á Alþingi 16. nóvember síðastliðinn að þá var lítilsháttar breyting gerð á þessu ákvæði en þar segir að allir skuli vera jafnir fyrir lögum og njóta mannréttinda án mismununar og svo kemur miklu ítarlegri upptalning meðal annars fötlun í tillögunni og áfram konur og karlar skuli njóta jafnréttar í hvívetna. Hins vegar komin núna breytingartillaga stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar en í henni segir einfaldlega allir skuli vera jafnir fyrir lögum og njóta mannréttinda án mismununar. Fólk hefur eflaust á því ýmsar skoðanir hvort það sé betra eða best að hafa bara eina setningu sem svona einföld og nær til allra án þess að gera nokkuð nána grein fyrir því. Ég tel þó að nauðsynlegt sé að taka minnsta kosti einhver dæmi helstu mismununarbreyturnar, svo sem kynþátt, kynferði, kynhneigð, fötlun, aldur og trúarbrögð, eitthvað slíkt. Þetta svona sem eru stærstu breyturnar, þó það sé auðvitað ekki tæmandi talið og slík upptalning gefur okkur svolítið vísbendingu gildis yfir reglurnar. Maður hefur alltaf svona svolla efasemdir þegar að greinar eða ákvæði eru svona kannski opin í báða enda þó ég svo sem telja það sé lítil hætta á því að það verði horfið eitthvað frá þeirri túlkun sem í dag. Við höfum engin lög hér á landi sem eru almennt bann, sem kveða á almennt bann við mismunun. Það er þó í undirbúningi lög sem ná þá til vinnumarkaðarins til dæmis, en einu jafnréttislögin sem við höfum í íslensku rétti, það eru lög jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla, sem númer 10/2008. Og þar að finna skilgreiningu á bæði beinni og óbeinni mismunun, ásamt ákvæðum bann við mismunun á grundvelli kynferðis. Og það þá kannski eðlilegt ekki mörgum að horfa til þeirra laga þegar tryggja skal almennt jafnrétti og bann við mismunun. Og þess vegna ætla ég að gera lítillega grein fyrir þessu banni við mismunun, annars vegar samkvæmt jafnréttislögunum og hins vegar samkvæmt samningnum. Í 24. grein laganna þá kveðið á almennt bann við mismunun og það þá tekið fram bæði bein eða óbein mismunun sé óheimil og þarna fjallað sértækar aðgerðir að þær gangi ekki gegn lögunum og sama við ef að gild rök mæla með því að ráða til starfa einstakling af ákveðnu kyni vegna hlutlægra þátta tengja starfinu og það til dæmis eins og baðverðir í sundlaugum eitthvað slíkt. Það sem kynið sjálft skiptir máli og í framhaldi af þessu að þá koma nokkur ákvæði sem að kveða nánar á bann við mismunun á einstökum sviðum eins og ráðningar í störf og slíkt. Og þegar við tölum sértækar aðgerðir að þá átt við sértækar tímabundnar aðgerðir sem ætlað að bæta stöðu eða auka möguleika kvenna og karla í því skyni að koma á jafnrétti. Og það tekið fram að það getur þurft tímabundið að veita öðru kyninu forgang til að ná þessu jafnvægi. Þetta ákvæði hefur hins vegar ekkert verið notað þrátt fyrir að hafa verið mjög lengi í jafnréttislögum. Svo eru þessar tvær skilgreiningar, bein og óbein, og þessar skilgreiningar ekki að finna í samningnum, sambærilegar skilgreiningar. Það segja að þessi beina mismunun það bara einfaldlega þegar einstaklingur fær óhagstæðri meðferð en annar að gagnstæðu kyni við sambærilegar aðstæður. Og óbein mismunun svo við ýmis hlutlaus skilyrði eða viðmið eða ráðstafanir sem að koma hlutfallslega verð við annað kynið. Ef við horfum svo hins vegar til samningsins að þá það 5. grein hans sem að fjallar bann við mismunun og þar
fyrsta málsgreinin sú að ríki viðurkenna allir menn sem jafnir fyrir lögum og eigi rétt á jafnri vernd og jöfnum hag lögum samkvæmt. Og þetta líka mikilvægt að hafa í huga, jöfnum hag. Og svo bara almennt mismununarbann vegna fötlunar og nægileg réttarvernd gegn mismunun á öllum sviðum. Og svo þetta þriðja málsgrein að það skuli stuðla jöfnuði og uppræta mismunun, í því skyni að gera það, þá skuli gera allar viðeigandi ráðstafanir. Og það beri ekki að líta á sértækar ráðstafanir sem eru nauðsynlegar til að flýta fyrir eða ná fram jafnrétti sem mismunun í skilningi samningsins. Og þá getum við spurt okkur, hver munurinn á jafnrétti og bann við mismunun í þeim jafnréttislögum sem við höfum í dag, þeim einu jafnréttislögum sem við höfum, og má þá gera ráð fyrir að sé eitthvað sem sé sæmilega viðurkennt í okkar rétti og svo hins vegar samningnum. Í fyrsta lagi þá útgangspunktur þessa tveggja mjög ólíkir. Jafnréttislögin eru klárlega þannig að þau ná vísi í báðar áttir. Það er að segja að þau gilda jafnt konur og karla. Í samningnum er hins vegar alveg ljóst að það er fatlað fólk sem nýtur verndar en ekki ófatlað og það er á grundvelli raunverulegra stöðu fatlaðs fólks sem er almennt önnur og verri en ófatlaðra. Þegar jafnréttislögum kemur þá verður ekki séð að á annað kynið halli og ekki virðist raunveruleg staða kvenna liggja þar til grundvallar enda þótt ljóst sé að staða kvenna er önnur og verri en karla. Jafnréttislögin gilda því í báðar áttir. Og ef svo má segja, en samningurinn er bara í aðra áttina. Og hér er alveg grundvallar munur á. Hugtök jafnréttislaganna og samningsins hafa nokkuð mismunandi skilgreiningu og vægi. Til dæmis hafa hugtökin sértækar aðgerðir í jafnréttislögum og sérstakar ráðstafanir eða sértækar ráðstafanir í samningnum ekki alveg sömu meiningu. Í jafnréttislögunum að þá er að ræða tímabundið úrræði á ákveðnum sviðum sem eru tiltekin og það er engin ákvæði þar viðeigandi aðlögun. Í samningurinn, þar eru ákvæðin ekki tímabundin, þau eru bara ótímabundin, en nauðsynleg til að flýta fyrir eða ná fram jafnrétti. Og það er skylda til að tryggja þessa viðeigandi aðlögun sem ekki er í jafnréttislögunum. Í jafnréttislögunum eins og ég sagði áðan bein og óbein mismunun en mismunun í hvaða mynd sem er samkvæmt samningnum. Það er mun ítarlegri skilgreining á mismunun í samningnum heldur en í jafnréttislögunum og það þarf virkilega að gæta þess við innleiðingu samningsins að jafnrétti og bann við mismunun samkvæmt samningnum verði ekki fellt undir lög sem eru óljósari og gera ekki eins afgerandi kröfur aðgerðir að hálfu stjórnvalda. Nokkuð hefur verið rætt það sem kallað er útvíkkun jafnréttishugtaksins og meðal annars í þessari skýrslu sem ég vitnaði til áðans og þar virðist vera átt við það að jafnrétti samkvæmt lögum jafna stöðu og jafna rétt kvenna og karla skuli einnig ná til fatlaðra. Og ég vara mjög eindregið við þeirri nálgun. Eins og ég hef bent á að þá er jafnrétti og bann við mismunun samkvæmt núgildandi jafnréttislögum að mínu viti ekki eins vel tryggt og í samningnum. Auk þess gætir ákveðins misskilnings þarna. Það er að segja að hugtakið jafnrétti nái einungis til jafnréttis kynjanna, svo er alls ekki. Ætlum við að tryggja að allir sitji við sama borð í íslensku samfélagi, þá verðum við að endurskoða og hugsa upp á nýtt hvað felst í jafnrétti og þegar fatlað fólk er að ræða þarf að tryggja jafnrétti á forsendum þeirra sem eru kannski allt aðrar heldur en forsendur annarra hópa þar sem bann við mismunun er að ræða og krafa jafnrétti. Og mikilvægt er að forðast það að taka umhugsunarlaust yfir skilgreiningar frá öðrum sviðum.
Við verðum að horfa á þau réttindi sem samningurinn tryggir og skoða þau út af fyrir sig og tryggja réttindin á þeim forsendum. Takk fyrir. Bestu þakkir fyrir þetta, Brynhildur. Rannveig, ég gef þér aðeins orðið. Mér langar bara vegna orða Brynhildar mikilvægi þess að texti samningsins sé rétt þýddur. Þá vil ég taka það fram að hann ennþá gallaður textinn, hann ónákvæmur, hann böggleinslega orðaður og hann rangt. Það röng þýðing á lykilstöð, allavega einum lykilstað. Og það verið að vinna í því núna að laga þessa þýðingu þannig að við innleiðum örugglega plagg sem í samræmi við frumtextann. Ég ætla bara að ítreka þetta. Takk fyrir.